held að það sé leitun að ólíkari einstaklingum en okkur Sigríði Hagalín. Hún margverðlaunaður rithöfundur sem hefur haft jarðsöguleg áhrif á Reykjanesskaga. Ég forstjóri fasteignafélags, eða eins og börnin mín svara þegar þau eru spurð í skólanum og hvað gerir pabbi þinn? Já, hann húsvörður í Smáralind, svaraði þá. Við Sigríður áttum samtal í gær og við höfum svo sem oft talað saman en yfirleitt annarkvort í sjónvarpi eða útvarpi og við vorum að velta fyrir okkur með hvaða hætti eigum við að tækla þetta hér í dag, að ræða umbreytingu fyrir framan í nokkur hundruð manns. Við vorum sammála að það væri segin saga í okkar lífi að okkur bærust reglulega símtöl, yfirleitt með nokkura vikna fyrirvara og við segðum umsvifalaust já. Við hefðum þá langan tíma til að undirbúa okkur og okkur hlyti að detta eitthvað sniðugt í hug. Svo hringir vekjaraklukkan og við áttum okkur á að við þurfum að standa hér fyrir framan ykkur í dag. Ég sendi Sigríði hins vegar SMS og sagði, Sigríður, ég held ég sem með hugmynd hvað við getum gert. Ég ætla að færa þér orðabók. Orð í útrýmingarhættu. Íslenska minnsta málsvæði heims eða eitt þeirra og íslenskan í útrýmingarhættu. Og Sigríður svaraði í textaskilabúðum, þetta frábært. Og ég svaraði tilbaka, róleg Sigríður, ég var að tala orðabók. Og þá sagði Sigríður, orð í útrýmingarhættu eru mínar ær og kýr. Ég meina, þetta og mig langar kannski bara til að nota þessa fínu bók og spyrja, eru þetta kannski bara öll orð á íslensku? Og ef við stæðum hérna eftir 20 ár, heldurðu að við ættum þetta samtal á íslensku? Ég held það, en ég held að til þess að svo geti orðið, þá þurfum við að stíga réttu skrefin. Upp úr aldamótum gaf Linda Vilhjálmsdóttir, sem ljóðskáld, út bókina Öll fallegu orðin, sem mér finnst vera afskaplega fallegur titill á ljóðabók. Og við hjá Heimum gerum alls konar, við eigum 400.000 fermetra af fasteignum, sem mjög mikið. En við höfum velt í fyrir okkur, fasteignir ekki bara steypa á gler. Fasteignir skapa umhverfi fyrir okkur, ekki, til þess að lifa og hrærast í. Og þess vegna höfum við lagt áherslu á að styðja við íslenska tungu til að við getum átt tjáskipti á íslensku til framtíðar. Það náttúrulega bara stórkostlegt, Og ég held að því að hér mjög jákvæður og bjartsýnn tónn í garð sérstaklega gervigreindarinnar, að þá langar mig kannski til að koma að þessu svona úr svolítið annarri átt, bæði vegna þess að ég bæði svartsýniseggur og bjartsýniseggur að upplagi. Ég held að við eigum eftir að tala íslensku eftir 20 ár, en ég held líka að við þurfum að passa okkur hvernig við förum að þessu, vegna þess að öll þessi stórkostlega gervigreind, til dæmis sem var lýst hérna áðan, hún sumt af þessu hljómar svolítið, ef ekki bara segja dystopískt. Mér finnst það dystopískt að það sé til forrit sem skapar sögur fyrir mig til að lesa fyrir barnabörnin mín þegar þau koma á kvöldin. Mér finnst það dystopískt að það skuli vera til forrit sem segir mér hvað ég hef verið í mörgum lögum að fatnaði með veðurspána. Vegna þess að ég held að við höfum bara alveg ofboðslega gott af því að hugsa þessa hluti og ég held við verðum bara svo mikið heimskari ef við gerum það ekki. Og ég held líka að svona kannski þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir núna, hvað varðar íslenskuna, það að við sköpum ekki umhverfi sem gerir okkur kleift að vinna við að hugsa og tala á íslensku. Já, ég og kona mín erum að ala upp 4 börn á aldrinum 6 til 13 ára. Fyrir fyrstu börnin sannarlega lásum við þessar klassísku íslensku barnabókmenntir. En síðan verður maður, og ég ætla að játa það í þennan þrönga hóp, því segið einhver, maður verður aðeins latari með árunum. Og mín svona helsti notkunarmöguleiki ChatGPT sem ég nýti fyrir 6 ára dóttur mína. Þar sem ég læt ChatGPT skrifa nýja sögu svona annað hvert kvöld sem fjallar Helgu Ingibjörgu sem dóttir mín, sem prinsessa, sem á hundinn Batman, sem hundur okkar fjölskyldunar, og læt sem sagt spinna nýja kvöldsögu með vísan í barnabókmenntir fortíðar. Lengra hef ég ekki komist í notkun á ChatGPT. Það allavega eitthvað. Ég sé að tíminn okkar að renna út og að því að við erum að tala skáldskap og íslensku og svoleiðis. Það langar mig líka til þess að færa þér gjöf. Þetta sennilega nýjasta ljóðabókin sem kemur út á íslensku. Hún eftir Kim Hye-sun, sem kóreskur höfundur sem kom hingað og var með ljóðakvöld í Mengi fyrir nokkrum dögum síðan. Þetta eru 12 ljóð
sem eru þýdd annars vegar af Híe Park og Brynju Hjálmsdóttur. Það er íslenskuðu þetta sjálfar. Það notuðu ekki gervigreind til þess, ég ætla að taka það fram. Já, og mér langar kannski bara til þess að við tökum það með okkur að það eru sumir hlutir eins og að semja ljóð, yrkja ljóð og til dæmis að þýða þau sem að enginn getur gert, ekkert getur gert nema mannshugurinn, held ég, svo vel sé. Ég þakka kærlega og segi við Helgu Ingibjörgu dóttur mína, ef þú ert að hlusta, þú munt sofna snemma í kvöld. Takk fyrir.